Haraldur 3-1 tap hér gegn Grindavík í bikar. Ja, bikarvegferðinni lokið, en hvað tekur út úr þessu leik? Þetta var bara ágætt. Þetta var í sjálfu sér bara fínn undirbúningur fyrir móti. Að fá góðan leik á móti góðu liði. Sjálfsögðu hefur viljað fara í gegnum þetta og vinna leikinn, en svona með hvernig leikurinn spilaðist, það var þetta sanngjarn niðurstaða held ég. Valsmenn svo sem stýrðu leiknum, en þeir voru ekki að opna ykkur neitt að ráði, svona kannski fyrstu 50 mínúturnar, 2 mörk úr föstum leikadriðum. Það hata allir þjálfarar mörk úr föstum leikadriðum sem þeir fá á sig. Já, það er einhver logið þar. Nei, það var sjálfsögðu svekkjandi. Fyrra markið var óöfnilegt, við náum skallanum, en það er eitt Valsari að gaufast eitthvað hérna á endalínu og færa hann í sig og skorar og svona óöfnilegt, en það er náttúrulega rándýrt þegar við erum búin að eyða mikill orku og spila góðan varnarleik að fá okkur 2 mörk eftir föst leikadrið. Þannig að það er alveg hárrétt metið hjá þér. En enga síður þá við fengum ágætis sjansa og fengum góð færi til þess að hleypa þessu upp í jafnvel í framlengingu. En það var ekki í dag. Þegar maður horfir á lið Grindavíkur þá er ekki laust við að maður eins og ég sem er búinn að fylgjast með íslensku fótbolta í mörg ár bara rekja upp stór augu, því að horfnir eru þeir tímar að útlendingar séu 6-8 í liði Grindavíkur og þetta er allt saman ungir og bara ferskir strákar sem vilja sanna sig. Já, það var tekin smá stefnubreyting núna hjá okkur. Það hefur náttúrulega ekki gengið vel í Grindavík undanfarin ár. Þannig að það þurfti kannski aðeins að breyta til og á sama tíma eru tækifæri. Við erum með efnilega leikmenn að koma upp, mjög góða unga leikmenn og ég svo sem hef enga sérstakann áhuga á því í lengjudeildinni að vera með lið fullt af útlendingum. Það gekk ágætlega í fyrra og ég ætla ekki að tala illa um þessa leikmenn sem voru hjá okkur. Það voru toppdrengir og góði fótboltamenn, en við erum með fótbolta fyrir fólkið í bænum og Grindvíkingar vilja sjá sína menn spila og þetta er miklu skemmtilegra svona. Vonandi getum við náð okkur árangri. Það er ekki bara ungi leikmenn heldur, þeir eru stórhuga þau ætlið að spila í Grindavík í sumar. Ég veit ekki betur en að öll leyfi séu fengin og það verði spilað í Grindavík. Hvernig leggst það bara í þig að fara með liðið heim? Ég get bara ekki beðið, ef ég sé alveg eins og ég er mjög svekktur að hafa ekki getað spilað í Grindavík í dag. Það var út af undirlaginu, við erum á grasi og við erum snemmi í því og næturfrost og vesen, en ég get bara ekki beðið eftir að komast til Grindavíkur, spila á þessum frábæra velli fyrir framann fólkið okkar. Við náðum aldrei að gera saman mér en alvöru heimavelli í fyrra. Þannig ég er bara hrikalega spenntur og strákarnir og allir í kringum félagið spenntir að koma heim og spila okkar velli. Hálfur mánuður í fyrsta leik í deild, þegar maður bara spyr hreint út, hver eru markmiðin? Hvað ætlar Grindavík sér í sumar? Við erum bara með frammistöðu markmið. Við ætlum bara að reyna að efla þessa leikmenn, efla liðið okkar, vera betri frá degi til dags. Það er erfitt að spá fyrir þessa deild, ótrúlega sterk deild og jöfn. Hún var það í fyrra og ég held að hún verði það aftur núna. Ef við erum eins og menn, þá getum við slegist playoffið. Ef við erum ekki eins og menn, þá getum við verið í fallbaráttu. Þannig að við ætlum bara að taka eitt dag í einu í þessu. Síðasta spurning, hvernig var fyrir þjálfarann að vakna í morgun og komast að því að hálfur bekkurinn sem átt að vera í dag er fastur í Barcelona? Við erum áður ýmsu vanir í Grindavík, getur sagt þér. Og þetta var bara eitthvað sem þurfti að díla við og við dílum bara við það. Það hefur verið rosa gaman fyrir þess að stráka að eiga möguleika að koma og spila við Val og stráka sem hafa staðið sig vel í vetur og gert sig gildandi, en ég meina við stýrum ekki flugvélunum. Það er bara, ef það er bilað, þá bilað þær, því miður. Takk hérlega fyrir og gangið þið vel. Takk sömuleiðis.